ert hinn mikli Guð. Hinn mikli Guð. sitjið, það náttúrulega mestmegnis í gegnum netið í dag. Við vitum að það aðeins fara orðin svolítið þreyta á þessu COVID ástandi. En við ætlum að lofa Guð í dag þrátt fyrir það. Má ég heyra amen? Við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag, við ætlum að lofa hann, við ætlum að heyra orð hans í dag og við ætlum að fara hérna út breyttar manneskjur. Halleluja. En við ætlum að aðeins að biðja saman. Biðja Guð að vera með okkur í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að gefa þér dýrð. Ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að lyfta þér upp í dag. Drottinn, þegar á móti blæs, halleluja, þá stöndum við stöðugt af því að þú ert með. Heilaga Drottinn, við lofum þig, við vexum þig og við gefum þér dýrðin í dag. Vertu með okkur þegar við lyftum upp þínu nafni og leið okkur að finna eitthvað nýtt í dag í orðið þínu. Í þínu heilaga nafni, amen. Endilega verið með okkur í lofgjörð.
aðeins hærra, Syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra. syngjum aðeins hærra, Ræðist ekki óvinni, syngjum aðeins hærra, hærra en kvartúi. syngjum aðeins hærra, Söngur minn, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, ræðist ekki óvinni. syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra. Storminn uppi, skal ég syngja mitt lag. Hærra og hærra, mun ég lofa hann hvern dag. Vestur í stíginn, vonir að frið. Sigraði dauðan, þú konungur minn. Storminn uppi, skal ég syngja mitt lag. Hærra og hærra, mun ég lofa hann hvern dag.
Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Halleluja. Og lofaðu sérstu dráttinn mínum Guð. Amen. Jesus.
Halleluja. Kæru vinir, það hefur ekki farið fram hjá neinum þetta COVID-ástand og við erum fáið í salnum, en vonandi því fleiri sem eru heima að hlusta. Það væri gaman fyrir ykkur sem eru heima, hvort þið eru heima hér í borginni, út á landi eða úti í útlöndum einhvers staðar. Væri mjög gaman ef þið myndu vera til í að slá bara inn, er að horfa á Reykjavík, er að horfa á Akureyri, er að horfa í Timbuktu eða hvar sem þið er. Það væri rosa gaman aðeins að heyra frá okkur svona meðan við erum fáið í salnum. En það er gott að vera saman, hvort sem við erum hér eða annar staðar. Við ætlum að heyra Guðs orð á eftir, tala til okkar, við ætlum að halda áfram að syngja lofgjörð smá stund, en nú ætlum við líka að taka samskotið okkar. Og það gerum við með upplýsingar sem eru á skjánum. Ef þið vilt vera með, Guð blessi þið fyrir það. Það eru baukar hér fyrir ykkur sem er í salnum, það er posi frammi og þið eru velkomin að taka þátt að sjálfsögðu og við biðjum Guðs blessun yfir ykkur, fjölskyldu ykkar, fjármál ykkar, jólahátíðina framundan. Við vitum að hann er góður Guð. Guð blessi ykkur.
Gjörum svo fá okkur sæti. Yeah. Já, þetta gott. Það gaman þegar vera í nærveru Guðs í lofgjörð og tilbeiðslu undir hans heilaga orði. Og þá segir heilagur andi ýmislegt meðal okkar. Og hún Linda, systur okkar, gjörðu svo vel Linda, hún fékk sýn núna í lofgjörðin áðan sem ég ætla að biðja að deila með okkur. Hlustið vel á. Halleluja, þetta snart mig svo djúpt þessi sýn. Trúðu engla. Amen. Þetta var svo magnað, þetta var svo falleg sýn og þetta svo fyrir ykkur, fyrir leiðtogana hérna, fyrir ykkar fólk sem í þessari kirkju. Ég sá bara engla þegar hann var á trompetinu, þá heyrði ég enn lengri eins og básúna, svona eins og Kolli gerir hérna með þegar hvað heitir það? Já, akkurat, hvað heitir það? Sjófarinn, já, ég kann ekki að segja, ég veit ekki hvernig, en það var básúna. Svo voru bara englar hérna inni og þeir voru bara, þú veist, dansandi með og lofandi með og þeir eru sko að vinna. Svo sá ég, þetta var svo rosalega spes og þetta snart mig svo og ég var bara, wow, og ég var bara tekin, þetta var þegar þriðja lagi var og það var svo mikið smörning og það svo mikið smörning og nærveru Guðs svo sterk hérna. Guð á þetta hús. Guð á þessa kirkju. Og það svo mikið sem að Guð ætlar að gera. Svo sá ég bara englana koma svona. Ég verð bara að gera, ég legg þetta fram með þér. Bara vend. Og þeir fóru svona saman og bara vend. Og ég sá það bara yfir kirkjuna, yfir fólki sem hérna. Það sama hvað í gangi. Þá Guð að vinna og hann sendur út engla sína. Og það vakning að koma. Og þess vegna fyrir við að sjá sýnir og við fyrir að sjá miklu meira í andanum. Halleluja. Og þá svo heyrði ég bara þetta. Ég má ekki gleyma þetta. Ég svo æst. Og svo sagði hann bara, það meira. Það sko meira. Fyrir þessa kirkju, fyrir þessa leiðtog hér. Þið munu sjá fullt af fólki hérna, nýju fólki. Haldið þessari trú sterkt að því það lofar yfir þessu húsi. Amen. Takk, elsku systir. Halleluja. Eitthvað sem sagði við mig einu sinni fyrir nokkur það örugglega svo leiðilegt að vera kristinn. Það alveg, sá sem hann veit ekkert hvað hann á misvið, sko. Ekki neitt. En allavega, Kolbeinn Sigurðsson, komdu aðeins til mig, bróðir. Bróðir okkar Kolbeinn Sigurðsson ætlar að tala til okkar úr Guðs orði. Nú hann að snúa sig fram svona sum ykkar, kannski flest, ég veit ekki, þekkja hann náttúrulega mjög vel. Hann kunnur úr Guðs ríkinu og starfinu hér á Íslandi. Hann forstöðumaður bænahússins sem búið að vera í nokkuð mörg ár og hann var farið sem trúboði til Afríku og fleiri landa og hefur frá mörgu að deila og orðið Guðs. Og hann ætlar að tala til okkar í dag. Gefum honum gott klapp. Tísi Guði. Halleluja, það var æðislegt. Lofgjörðin. Halleluja. Tísi Guði, þetta bara. Halleluja. Það liggur í hendi þessari ræðu bara. Nei, ég alveg tala því að þegar við vorum í lofgjörðin að tala Guð svo mikið til mín, sko. Og hann hefur gert það áður, hann hefur sagt hendi þessari ræðu. Nú ætla ég að tala. Og það kom til mín, svo við byrjum bara á spámannlegum flæði, það kom svona til mín að drottinn, hann hefur ekki gleymt þessari kirkju. Hann sagði við mig, vegna trúfest ykkar og elju að þið haldið áfram, þá mun ég blessa ykkur. Og með þeirri blessun sem þið væntið ekki heldur. Ég mun gefa ykkur meðbyr, já, ég mun gefa ykkur englaher sem best með ykkur. Og sjáið þið að þið fáið svo mikið meðbyr að þið vitið ekki hvaðan kemur þessi kraftur. Halleluja. Og ef að þið hafið fundist erfitt að hlaupa í dag, halleluja, þessa göngu eða ganga eða hvernig sem það þá munið þið finna að þið munið hlaupa með hestum. Halleluja. Þið munið fá
Ríkasarabahaya, þennan kraft hessins til að hlaupa. Og það bara Guð sem mun gera slíkt. Amen. Vá. Þannig að bara bless ykkur og takk fyrir bara að halda áfram og takk fyrir að lyfta upp nafni Drottins stöðulega. Ég elska og ég var í lofgjörninni, ég veist ekki hvort ég átti að hoppa, gráta eða hlæja. Ég held að bara, það var allur rússipann í gangi, sko. En ég ætla að tala þemað Drottinn kenndi okkur að biðja. Og þú veist, þetta það sem er á hjarta Guðs í dag. Og þetta það sem hann að kalla út yfir kirkju sína og hann að kalla okkur á nýjan stað. Því að við viljum vakningu. Og við viljum eiga þennan kraft sem frumkirkjan átti. Það ekki? Og þá það bara hvað það sem okkur vantar í dag til þess að eiga þennan sama kraft og frumkirkjan. Hvað það sem okkur vantar sem var í postulasögunni? Húrraba, sjandrabahaya. Og okkur leiðtogunum við hættum svolítið til að gera. Að þú veist, við viljum sjá mikið gerast í kirkjunni. Helst ef það eitthvað bara á hverjum einasta degi þá, já, nú mikið, nú blessun, sko. Þú veist. Það okkar eðli, þú veist, leiðtogana. Og ég tengi svo við það. En þú veist, en sannleikurinn ekki sá. Og við höfum nefnilega ekki greint þetta alveg nógu rétt. Og við höfum ekki komist alveg að kjarna málsins og hvað skiptir máli, sko. Og þú veist, eins og til dæmis, við á þessu kirkjutímabili, þessi Laodíkeu kirkjutímabili, eins og þessi 7 kirkjutímabil sem hann sá, Jóhannes postuli í Óperunarbókinni, að þá síðasta kirkjan. Og ég hefði ekki viljað fá orðið sem hún fékk, sko. Þú veist, og þú veist, þeir voru áttu allt bara. Þeir voru svo uppfræddir í orðinu. En hann sagði, þú veist ekki að þú ert veselingur, aumingi, fátækur, blindur og nakin. Og ég veist bara, þú veist, maður vill ekki fá þetta. Og svo segir hann, ég ræðir að þú kaupir að mig gullskýrt í eldi til þess að verður auðugur. Og hvít klæði til að þú getur hulið skammalega nekt þína. Og kauptu líka smusl á auguðin til þess að þú getur séð. Og nú Guð að gefa smisl. Hann að gefa okkur smisl og við sjáum þetta andlega og það skiptir máli. Tæki hismi frá og drasli frá og við förum að fókusera og forgangsraða og við bara sjáum vá, þetta skiptir máli. Amen. Dísi Guði. Og áður ég gleymi því þá ég að skila kveðju frá konunni minni. Hún sú sem heldur mér á tánum. Sko, það engin manneskja sem að þekki mig eins vel og Ella. Og það engin sem kann eins á mig eins og Ella. Og þið veitir hvernig ég er svo kassalagur og ég svo, þú veist, straight svona. Og stundum á hreinskilin og ég kemur í vandræði oft. En hún þessi skoppandi bolti, skilurðu. Og svona þetta fiðrildi og ég elska hana, skilurðu. Og við erum búin að vera gift í 40 ár. En hún kann alveg hvernig, þú veist, á að ná því besta út mér. Guð, ég bara þakkláttur Guði fyrir hann gaf mér svona konu, sko. En ég veit bara skila þessar kveðju til ykkar. Hún elskar ykkur líka. Og við erum svolítið að missa að því sem að ógna kirkjunni og líka það sem að þessi tækifæri fyrir kirkjuna. Vegna þess að við lifum í Krónos tíma eða þessu krónológískum tíma en svo kemur þessi Keiros tími eða guðlegi tími, síkallan og það stefnumótin við Guð og Guð þráir eiga stefnumót við okkur og nú komið tími á nýja vakningu nú komið tími á nýtt stefnumót nú komið tími á vitjun og ég segi bara í bæninu minni mjög oft Drottinn ekki fara fram hjá Íslandi ekki gleyma okkur á Íslandi Halleluja, við erum smá, við erum fá og við erum kannski örfá að biðja en ekki fara fram hjá okkur. Og þú veist, það þessi djúpa þrá hjá mér, skilur. Og ég veit að Guð ætlar að blessa okkur. Og Guð að kalla þetta fram, hann að kalla fram bænarhermennina. Hann að kalla það fram, halleluja. Og við vitum að við þurfum ekki fleiri hugmyndir og við þurfum ekki fleiri samkomur eða eitthvað prógram, skilur. Við þurfum bara að nálgast hann, við þurfum bara að finna hann.
Við þurfum bara að komast eins og við vorum að syngja svo mikið hérna áðan. Og þetta var svona akkurat þessi lofgjöf sem ég bara, já, ég tengi sko, ég tengi. Þetta er alveg bara núna það sem Guð er á hjarta Guðs. Og við þurfum þessa dýpt, við þurfum þessa nánd við Guð, við þurfum að eiga þetta samtal við Guð. Við þurfum að koma í bænina við Guð og henda bænalistunum í burtu og segja bara, Drottinn, nú ætla ég að bara vera hérna og vera í nærveru þinni og bara gerðu það sem þú vilt, Drottinn. Við ætlum bara að hanga saman smá stund, sko. Skilurðu? Við ætlum bara í alvöru talað. Ég er bara að fá það sem þú er á hjarta þín í dag. Ég er ekkert að fara að koma og dæla mínum vandamálum yfir því í dag, Drottinn. Ég bara vil fá að vita hvað er á þínu hjarta. Því ég veit að nærvera þín, hún bara gerir allt í rétta skorður, bara allt komið í rétta línu. Húsjarabahæja, þú veist að, Drottinn, ég þarf ekki að vera að hafa mörgum orðum þetta. Halleluja. Og það bara eins og Drottinn sagði, og hugsaði ykkur hvað er mikið von við alla þessa söfniði sem þessi 7 söfniði í Opinberabókinni. Hann skammaði og hann gaf þeim uppörvun. Sumum gaf hann bara meira skammir en aðrum, en það var enginn vonlaus. Það var enginn vonlaus. Og mér finnst það svo frábært. Og hann bara sagði, hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir í söfniðinum. Og þannig sigrar mun ég gefa þetta. Og svo gaf hann velun, sko hann myndi gefa. Og það er enginn vonlaus. Og og ég sá þetta hérna í dag, vegna trúfesti, þessa söfnaðar, það mun Drottinn mæta. Halleluja. Þannig ég segi við ykkur í dag, ekki gefast upp. Halleluja. Dísi Guði. Og þessi nánd, við fáum það bara með því að vera í samfélagi við hann, í bæninni og tala við hann. Amen. Og þessi vakningatímar, þetta eru guðlegi tímar og þeir eru settir að Guði. Og þú veist, og þeir hafa komið með reglulegu millibili og þegar þeir eru að fara að koma, það er alltaf ykkur sem heyra, Guð er að fara að gera eitthvað. Og ef við gerum ekki neitt, það er að segja að við undirbúum þetta ekki, þá missum við kannski af þessu. Og við sjáum í gegnum alla þessa vakningasögu, þá er alltaf verið lítill hópur að biðja og fasta. Og hann hefur verið að draga sig frá bara til að biðja og fasta og svo kemur, búm, kemur vakningin. Amen. Og alltaf þegar Guð kemur vakningu, það flæði andans, það kemur opinberun í orðinu, það kemur ykkur áhersla í Guðsríkinu, það sem Guð vil sýna okkur, nú er þetta. Svo kemur hann með endatíma vakninguna. Og veitu hvernig hún verður? Hún tekur stærstu uppskýruna sem hefur verið vegna þess og eru samnefnar á öllum vakningunum. Það verður allt að gerast í einu. Það mun höfða til svo margra. Hún bara draga inn milljarð manna bara inn í Guðsríkið á síðustu metrónum að því Guð er miskunnsamur. Hann mun kalla fólk inn í ríkið sitt. Halleluja. Og þannig horfi ég á endatímana. Halleluja. Þessi 150 kaflar sem eru endatímana og margir, wow, þú veist. Ég horfa á, wow, gaman. Úttelling heilans anda í ríkari mæli. Halleluja, meiri kraftverk og undur en nokkru sinni fyrr. Og það sem verður dýpst í þessu, það verður nánd við brúðgumann. Það verður þessi djúpa þrá eftir brúðgumannum. Halleluja, þetta hróp. Kom, hann er að koma. Brúðguminn minn, komdu. Halleluja. Dísi Guði, Jesús Kristur er að koma. Amen. Þannig að það er alltaf þetta sama. Við sittum ekki aðgerulaus. Við förum á stefnumót. Við förum og kaupum olíu á lampana. Halleluja, í nándinni þá fáum við olíu því hann gefur okkur alltaf það besta þegar við förum í nærveru hans í bæninni. Halleluja, dísi Guði. Og við sjáum að hérna í gegnum söguna þá var komið svona stór nöfn eins og í vakningunni miklu þarna á byrjun 19. aldar, Charles Finney. Og hann fór með samkomuherferðir og 1000 manna frelsuðust. Og hann var rosalega harður og iðrun og synd og boðskapurinn var mjög beinskittur. En það frelsuðust 1000. En hver þekkir mannin sem var þarna á bakvið? Daniel Nass. Ég veit ekki hvort það var heyrt nokkuð tímann um hann. Hann var bara í skuggunum. Og veitu hvað hann gerði?
Hann bað. Hann fór í borgina sem átti að vera samkomuherferð, eitthvað á undan, tók einhverja með sér og Daniel Nass var bara að biðja og fasta. Og eitt skipti þegar Charles Finney kom í borg sem hann hafði verið að biðja og fasta, Daniel Nass, sem hann kallaði líka faðir Nass, þá kemur kona sem sér gistiheimili þar sem hann og segir við Charles Finney, þekkir þú faðir Nass? Já, hann hérna inn á gistiheimilinu og þeir eru búin að vera þarna inn á herbyggi, hann og 2 aðrir og ég veit það eitthvað mikið að. Nú, þeir eru ekki búin að borða í 3 daga og þeir eru ekki komið út og þeir eru bara grátandi og það háað og læti bara úr herbygginu og þegar ég kíkti inn þá lágu þeir á gólfinu grátandi. Það er eitthvað mikið að, þú verður að tala við hann. Dísi Guð, Charles Finney náttúrulega brosti bara út í annað og sagði, nei, þeir eru bara að berjast í gegn í bænni. Hann þekkti hvað skipti máli. Og þess vegna var þessi gríðarlega vakning. Þegar faðir Nass dó, þá hætti samkomuherferðirnar hjá Charles Finney. Þó að Charles Finney var mörg ár að þjóna eftir þetta. Þannig að ég trú á mátt bænarinnar. Ég trú á mátt bænarinnar. Amen. Dísi Guði, halleluja. Í þessi 3,5 ár, þá voru lærisveinarnir að horfa á Jesú og þeir voru bara á fremsta bekk. Og horfa á hann var að gera kraftaverk. Hann var að, lækna sjúka og hann var að tala útspámanleg orð og hann kom með frægustu ræðu allra tíma sem hann var fjallræðan í Mattheus 5, 6 og 7 sem tekur bara allt lífið, hvernig við eigum í raun og veru að vera. Og þegar þetta var, í enda dagsins, þegar þeir voru búin að vera með honum þetta, þá voru þeir ekki að segja, kennt okkur að predika, kennt okkur að lækna, kennt okkur að gera kraftaverk, kennt okkur að spá. Nei, það kom bara þessi spurning, kennt okkur að biðja. Þeir sáu hvaðan krafturinn kom. Þegar hann var í innrúmi að biðja til föðurins, halleluja, þá byggðist upp þessi kraftur. Vá. Og vitið það að ég finnst þetta svo magnað hvernig þeir fengu opinberun á þessu. Og við getum blekkt fólk og við getum verið eitthvað með einhverja grímu og eitthvað andlitsskiljiði. En þegar við lokum herbergisdyrunum og þegar við erum bara ein og þá bara raunveruleika tékkið á okkur frá Guði alveg bara hver við erum og hvað við gerum. Halleluja. Ég þrái Guð og ég þrái ekki vera þekktur, ég þrái að vera þekktur af honum. Það er bara rosalega, finnst mér vera mikilvægt. Amen. En síðan er raunveruleikin í bæninni þessi. Hvernig það þegar við lendum á veggjum og þegar erfitt að biðja? Hvað þá? Þegar við lendum bara í því að það eru erfiðleikar í lífinu, það getur verið erfitt að biðja þá, eða þá bara við erum ekki á góðum stað í Guði og við finnum að það er bara veggur á milli, eða jafnvel að það bara hreinskilið sagt, það er bara hundleiðilegt að biðja. Skiljiði, hvað þá? Hvar getum við náð fótfestu? Þess vegna sagði okkur, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo gjörðu sem á himni. Þegar við förum að lyfta upp nafninu, og þetta snýst ekki okkur, þegar við förum að lyfta upp nafninu, og svo höldum við þetta brauð þarna í lönguræðinni, eða þarna löngu bæninni eins og ég kallaði hann alltaf, væri fransbrauð eða eitthvað sem Guð ætla að gefa okkur. Þetta er brauð lífsins. Þetta er orð Guðs. Því að hann segir, maðurinn lifir ekki á einu brauði saman, heldur á sérhverju því sem gengur fram á munni Guðs. Orðið. Amen. Dísi Guði, halleluja. Þannig að
Við þurfum að staðsetja ykkur rétt. Það er það sem skiptir máli og vera bara heiðarlega frammi fyrir Guði. Það er bara það sem skiptir máli. Og blóði virkar. Halleluja. Og þegar við hrópum til hans, biðjum þið mun gefast, leitið og þér munu finna. Og knýið á og friðið mun upploki verða. Þá hendur hann ekki í okkur steinum. Hann gefur okkur það besta. Hann elskar að blessa okkur. Amen. Þannig að hvernig eigum að byggja upp þetta góða bænalíf? Hvernig eigum að gera þetta? Og við sjáum til dæmis hérna eina frábæra fyrirmynd í Biblíunni. Það er María, eina af þessum mörgum Maríum í Biblíunni sem var frá Betaníu. Systir Mörtu og Lazarusar. Og hún er ekki að segja mikið, hún segir eina setningu í Biblíunni. En hún hefur mikil áhrif. Og í öll þessi 3 tilvik sem að henn er getið inn í ritningunum, þá liggur hún við fætur Jesú. Hún átti bara sérstaka tilbeiðslu. Halleluja. Og hún sem sagt þurfti að brjótast í gegnum hefði manna og hún var ekki alveg að fara eftir norminu og að bíða frammi fyrir fætur Jesú, ekkert vera að tala, heldur bara hlusta hvað hann er að segja og þetta var ekki heldur normið, hún átti að vera inn í eldhúsi, skiljiði, og síðan er það systrinnar sem að þekkti líka orðið eins og María og við þekkjum það á því þegar að Lazarus var reistur frá dauðum. Þá kvótaði allt rétt. Já, hann rísa upp á efsta degi og lalala og allt það sko. Hún þekkti þetta allt saman. En hún sagði nákvæmlega sömu orðin. Og María sagði, þegar hún hitti Jesú, ef að þú hefðir verið hérna, þá væri bróðir minn á lífi. Það sögðu nákvæmlega sömu setninguna. En þegar María sagði þetta og lá við fætur Jesú, þá fór hann að gráta. Þeir sem að bíða við fætur drottins, þeir sem eru tilbúin að hlusta á drottin og þreyja í gegn og brjótast í gegn í bæninni, þeir eiga sérstakann stað í hjarta Guðs. Og þeir hræra við hjarta Guðs. Og þessi stelpa frá Betaníu, hún María, hún átti sérstakann staðana. Og þegar Marta fór að agnúast út í hana, akkur hún ekki að hjálpa mér hérna í eldhúsinu? Ég er hérna fullu sko og hún er bara hérna hlusta á þig. Jesús, gerði eitthvað í þessu. Og þá var það ekki María sem reis upp. Það var Jesús sem reis upp. Og við þurfum Jesú að standa upp fyrir okkur í dag. Við þurfum drottna til að standa upp fyrir okkur í dag. Og þegar hann sér þetta eðli, þetta hjarta brúðarinnar við fætur hans, að þá best hann fyrir brúðu sína. Að þá er hann, alveg þá kemur ljóni fram í honum. Halleluja. Dísi Guði. Og ef við erum á þessum stað, allt sem við erum að gera, öll okkar verk, að það er aðal velunin og við erum alltaf að leita eftir því, að þá verða hlutin svona, koma þér út í pirring. Við förum að öfunda aðra, skilurðu. Akkur er þess ekki líka að hjálpa hérna? Og bara í Guðsríkinu, bara ég gera allt, skiljiði. Þá kemur það. Í staðan fyrir hjartalagið er bara tengt við Guð. Og ég er ekki að setja Mörtu á móti Maríu. Það er ekki málið. Það er bara María er fyrst. Við þurfum að eiga bæði í lífum okkar, vitið þið það? Leti er synd. Ég ætla að segja þetta aftur. Og herra, leti er synd. Þannig að, þú veist, við eigum að gera hlutina. Í Guðsríkinu þá gerast hlutinir. Og þú veist, það þarf ýmislegt að gera. En þú þarf bara að vera á réttu stað fyrst. Leiti fyrst Guðsríkis. Farið fyrstu fætur Jesú. Og þegar þú er búin að heyra hvað átt að gera, þá verður eins og Páll þegar hann var á leiðin í fanga, þú veist, í hlekkjaðu fangi á skipinu til Rómar. Hann talaði eins og hann ætti skipið. Gerið þetta og þá munu allir hérna bjargast. Akkur var hann svona djarfur að því Guð hafi talað til hans. Amen. Við þurfum að heyra frá Guði. Guð elskar að láta þjóna sína og spámennina heyra hvað hann er að fara að gera. Halleluja. Vá, sjája. Dísi lampinu Guðs. Við þurfum bara að gera hlutin í réttri röð. Þú veist, það er bara þannig.
Það er þetta fyrsta og æðsta boðorð. Elska Guð öllu hjarta, huga og mætti. Og svo náungan eins og sjálfa sig. Þetta bara þannig. Og eins og Davíð valdi í Sálmi 27:4. Eins hef ég beðið drottins og það eitt þrá ég. Að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína. Til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svar í musteri hans. Amen. Drottin að kalla þig í dag til þess að velja. Halleluja. Velja eins og María. María valdi, hún valdi góða hlutan, sagði drottin hann. Halleluja. Og í Jakobsbréf 4:8, nála yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Þetta voru að syngjum á hann. Amen. Það er fyrst að við drögum okkur nær. Halleluja. Og ég veit ekkert betra heldur en bara að loka á allt. Bara, þú veist, fara bara það sem að maður sér engan og heyrir ekki neinum og biðja bara. Og tala bara við drottin. Ég veit ekkert betra. Amen. Halleluja. En drottin er að tala við okkur í dag. Þið verða að fara að hærra. Og ég er að koma inn á það. Við erum að fara að hærra í bæninni. Við erum ekki að fara að láta okkur næja, bara smá gæsa og það smá, hann blessaði mig. Ok, þá er ég í góðum málum. Við erum í góðum málum, við erum Guðs börn. Halleluja. Við erum í góðum málum, en hann er að kalla okkur hærra. Amen. Húrra ekki garabahæja. Og María, hún valdi góða hlutan og það verður ekki til frá henni tekið. Það er fjársjóður sem hún á til eilíðar. Amen. Halleluja. Halleluja. Guð, hann gaf okkur grundvöllin til að byggja fjársjóði eilíðarinnar á. Við þurfum bara að velja að byggja rétt. Eins og segir hérna í fyrsta Korinthubréfi 3. kafla að annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýrasteina, tréhey eða hálm, þá mun komið ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn, takk eftir þessu, mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi. Og eldurum er prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á, mun hann fá laun. En brenni það upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann koma að stað, en þó eins og úr eldi. Grundvöllurinn Jesú Kristur, hann hefur gefið okkur blóð, eld og vatn. Hann hefur gefið okkur blóðið, heilagan anda, og hann hefur gefið okkur sáttmálan í skírninni. En síðan bara byggjum við okkar andlega líf ofan á það. Og ætlum við að byggja gull, silfur eða dýra steina eða tréhey og hálm. Gull, silfur og dýri steina sjást ekki. Þeir eru bara alltaf í jörðinni og við þurfum að grafa eftir þeim og þurfum að finna þá. Tréhey og hálmur er einhvers þarna og nóaði í kringum okkur. Og við getum notað það, en það bara brennur upp í eldi. En ekki gull, silfur og dýri steinar. Það er eilíft. Halleluja. Við þurfum að finna þessa dýrmætu steina. Í bæninni þá er flæði af gull, silfri og dýri steinum. Við þurfum bara að finna það. Við þurfum að slökkva á þessu drasli, þessi tréhey og hálmi sem er þarna í þessari flóðlínu hjá okkur í bæninni og henda því út. Amen. Dísi Guði, halleluja. Úra baba sandra bakaya. Jóhannes skýrari. Þessi drengur var gefinn að Guði frá móðurkviði var hann helgað Guði. Og þegar hann fæðist, þá eru foreldrar hans aldraðir, eru komin yfir áttrætt. Svo þeim sagt, það var kraftaverk. Í dag er elsta kona sem er á barn, hún er svona, sem að þekkt er í þessu sögu í dag, hún er 66 ára. Og það þykir mjög merkilegt. En hann missir foreldra sína ungur, en það er ákveðið plan fyrir hennar dreng. Þegar hann er búinn að fara í gegnum svona fermingatíman eða bara mitzva, þá fer hann út í eyðimörkina. Og hann fer út í eyðimörkina og hann fer til að helgast Guði og fer til að heyra frá Guði, hann fer til að lesa orðið og biðja og fasta. Og það sem hann gerist í eyðimörkinni, það er ekkert í eyðimörkinni, skiljiði. Það er engin truflun þarna. Það er ekki, allir hans draumar og öll hans plön, allt sem var að honum, það dó þarna. Og all tengsl við þennan heim, þennan menningarheim, voru drepin þarna.
í eyðimörkinni. Og hann kemur út úr eyðimörkinni, það segir þegar hann fær orð frá Guði. Þá fer hann og segir bara, gjör yðrun, himnaríkir í námt. Og hann kemur þarna, og hann gerir aldrei kraftaverk. En fólk, það skýrist, fólk það tekur sinnaskiptun og það fólk það snýr við blaðinu. Vegna þess að hann átti eitthvað. Hann kemur eins og eldstólpi út úr eyðimörkinni vegna þess að hann átti samfélag við húrabasjæja, við eldin. Amen. Það var ekkert af þessu jarneska og þessu menningarheimi sem var að trufla hann. Amen. Dísi Guði. Og hann kemur þarna fylltur heilagan anda. Algjörlega. Og Jesús segir við hann í Mattheus 11:9 að Jóhannes skýrari væri meira en spámaður. Og þú veist, ég segi bara, hvað þarf til þess að koma okkur í eyðimörkina? Hvað þarf til þess að drepa í okkur allt þetta holdlega? Hvað þarf til þess að taka úr okkur allt þetta heimslega og öll þessi áhrif sem eru í gangi? Hvað þarf til þess að fara á þennan stað þar sem interneti virkar ekki? En þá heyrist bara frá Guði. Skiluði? Þá kemur nýtt download sem að verður, halleluja, sem miklu dýrmætara og sem eilíft. Halleluja. Orð frá Guði, það skiptir máli. Amen. Halleluja. Þannig okkur vantar að fá meira af þessu. Að Guð reisi okkur upp, kirkjuna, sem bænafólk, sem að verum full af eldi, sem eru full af þessu að bara hrópa eftir réttlæti Guðs. Og við erum trúföst í bæn og föstu og bara helgum okkur orðinu. Og það rökk allir alltaf í kúti í nefni föstu. Og ég verð að viðurkenna það að ég er komin í vandræði með föstuna, sko. Þegar ég var komin með auka kíló, þá fastaði ég bara á eina máltíð og þá var ég komin rétt ára aftur. En það er bara ekki lengur. Ég er í bullandi vandræðum með að ná þessum 5 kíló á mammi núna, sko. Og þú veist, það er alltaf einhver vandamál, sko. Áður fyrir þá var ég að glímast við að ná upp þyngd. Núna er ég get aldrei verið í kjörþyngd. En ef við föstum, þá erum við að setja í gang öflugasta bænahjól sem við þekkjum. Pam, pú, dag og nótt bara pam, pam. Þú veist, við erum bara að knýja á. Og það eru marga mismunandi föstur, en það er fastan sem við erum að kalla eftir honum, sem er öflugast af þeim öllum. Við erum að kalla eftir brúkum okkar. Og við þráum eiga tengingu við hann. Amen. Ég veit að vill enginn verið í eyðimörk og vill enginn verið í einangrun. Það er hundfúlt. Halleluja. Það er bara að nota tíma núna, sko. Halleluja. Það er ekkert að fara að verða betra, sko. Ég er bara, sorry. Ég er bara að segja ykkur það strax. Ef þið haldið, þetta skána kannski á næsta ári. Þú veist, það kemur bara eitthvað annað. Það kemur bara COVID-13 eða þú veist. Nei, alveg tala, skilur við. Það er búið að segja við mann alveg, þú veist, ef þú tekur sprautuna þá bara er þetta búið. Sprauta 1 og svo sprauta 2 og núna er sprauta 3 og svo er það að vera að tala sprauta 4, skilur við. Og það kannski eigir í framtíðinni sprauta 20 þá Nei, alveg tala, skilur við. Það kemur bara eitthvað annað. Við lifum á erfiðum tímum og í heiminum hafið þrenging. Þetta á ekki að vera eitthvað kósí staður, skilur við. Við erum að fara heim. Halleluja. Og okkur er boðið í brúðkaup og ég ætla ekki að missa þessu brúðkaupi. Halleluja. Og Drottinn er að kalla svona fólk eins og Jóhannes skýrara, svona róttæka, svona bara vá. Og svona eins og Maríu líka, sem eru tilbúin til þess að vera við fætur Jesú. Halleluja. Amen. Þegar Drottinn leiddi Ísraelsmenn út í eyðimörkina, þá segir hann í 5. Mósebók 8. kaflanum, hann var til þess að reyna þá auðmýkja þá. Og til að láta það vita að maður lifir ekki á bara brauði einu saman, heldur á hverju orði sem kemur út á munni Drottins. Og Jesú, hann þráir að umbreyta okkur. Og það er staður sem hann vill að við förum á það sem við umbreytumst frá dýr til dýrðar. Við getum ekki breytt okkur sjálf. Ef þið heldur það, þá er það mistök. En það er hann sem breytir okkur. Og það er bara
fyrir framan hann, í nærveru hans, þá byrjar eitthvað að gerast. Halleluja. Og hann frelsaði Ísrael út af Egyptalandi til að taka á því eyðimerkina, til þess að athuga hvort að hjarta þeirra væri tilbúið að vera brúður. Hvort þeir væri tilbúin til að fara inn í Kanaansland, til að tilbúinir að vera algjörlega undir honum. Og það er þetta sem hann var að gera. Og þeir föttuðu þetta ekki 40 ár. Sæll, bara ég segi bara döð. Ég vona að við séum ekki svona, sko. Og síðan komust þeir alla leið. Halleluja. Vitið þið það að brúðurinn, hún gefst algjörlega. Og hún á ekki nema einn eiginmann. Hún er ekki að horfa á ykkur aðra, skilur. Og hún er trúföst. Og hún er tilbúin til þess að eiga náið samfélag við brúðguma sinn og verða þunguð. Og það er það sem að Drottinn vill gera við okkur í dag. Hann vill að við verðum þunguð, andlega talað. Að það komi fram breytt göngulag, breyttur vöxtur. Halleluja, þá er kannski allt í lagi þó ég sé með smá ístrug. Og þú veist, halleluja. Og þú veist, breytt göngulag, ný löngun, nýr fókus, nýr kærleikur vex. Og svo fæðist eitthvað fram. Það fæðist nýtt líf. Það er þetta sem ég er að tala um. Og þetta getum við bara þegar við komum inn í þessa nánd. Halleluja. Og veitu, okkur er boðið inn í þessa nánd. Það er ekki bara fyrir suma, okkur er boðið. Og ég horfði þegar ég var að lesa Esekíel og ég var að lesa Jesaja og þegar ég var að lesa Pál postula og Jóhannes postula, hvernig þeir fengu að fara upp í 3. heiminn. Og ég segi bara, Drottinn, þetta er ósanngjarnt. Þeir fá þetta, betur ég vil fá þetta líka. En þetta er opið fyrir okkur. Og þegar Jóhannes í 4. kaflanum í Åpenbarbókinni, þegar dyrnar voru opnar og hann fór inn í himinin, hann gæti ekki lýst í hvað það var þarna. Hann var bara að segja einsog. Og hann sá augu á verunum allt í kring, allstar, innan, utan, og þú veist, bara út um allt. Halleluja. Og ég bara bið Drottinn eitt andlit auga, ég megi fá að sjá. Halleluja. Vegna þeir voru frammi fyrir hásæti Guðs, dag og nótt. Og þeir voru með öll þessu augu á Guði, halleluja. Og þeir voru stöðugt að sjá nýja ópenbarun. Halleluja. Ef þú kemst á þennan stað, að fara inn í djúpa nærveru Guðs, sem ég kalla inn í 3. heiminn. Það sem að tónlistin hættir, það sem að skvaldur og hávaði þessa heims hann fer, og þú sérð ekki þetta sem er jarðnist í kringu þig, og sér bara og heyrir þetta himneska. Þá breytistu til eilíðar. Halleluja. Og ég gleymi því aldrei þegar ég var í fyrirbænin sinni og þá var komið, ég var truflaður í fyrirbænin sinni og þá komið nokkru bræður til mín og svo heyrðu, þessi systir, hún er bara lútur heimi og það er bara alveg út, við náum ekki sambandi við hana, hún er bara eitthvað mjög skrítin og þú er bara að koma og hjálpa okkur hvað er í gangi, og ég fór bara að hlæja og sagði, hún er bara í 3. himni. Hún kemur tilbaka og hún segir okkur frá hásæti Guðs og það var rétt. Hún kom tilbaka og sagði okkur frá því í síninu og það sem Guð hafði sáð í hana. Við þurfum að Guð sá eitthvað í okkur. Við þurfum að bera fram ávöxt, við þurfum að bera fram nýtt líf. Halleluja. Við fáum það ekki nema við sitjum við fætur hans, nema við stoppum við og við förum að halleluja, að fókusera það sem skiptir máli og velja það sem skiptir máli. Amen. Halleluja. Vá. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég veit að það er að gera miklu meira, en ég held að þið hafa náð þessu. Ég trúi því að þið hafa náð þessu. Halleluja, því að það skiptir máli, sko. Halleluja. Því að þetta var orðið sem Guð gaf mér fyrir ykkur í dag. Vegna þess að þið eru sérstök. Þið eru gimsteinar í augum Guðs og hann er að kalla okkur Herra. Amen. Vá, dísu Guði. Halleluja. En ég ætla bara að leyfa ykkur að taka við hérna leiðtogar og takk fyrir mig. Amen.
Halleluja, við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við máttum heyra þetta orð og fá hvatningu inn í hjart okkar. Köllum þína, Drottinn, á líf okkar. Köllum til að draga okkur nær. Köllum til að sitja við fæti þína, Drottinn minn. Köllum til að ganga inn í bæn. Leyfa þér að breyta líf okkar. Nær, nær og nær. Það sem þinn andi vinnur, þinn andi starfar. Það sem þú dvelur í öllu þinni dýrð, öllu þinni mætti, öllu þinni krafti. Og líf okkar umbreytist innan frá og út. Þökkum við, Drottinn. Bið fyrir hverjum sem hér í salnum, Drottinn minn, að opinberun þín mætti ná til hjartans. Þetta sé ekki bara orð sem við heyrum og gleðjumst yfir, heldur það setjist í hjart okkar. Festið það rætur og berið þar ávöxt. Bið fyrir þeim sem eru heima, Drottinn minn, að hlusta, eða hvar sem þeir eru að hlusta. Drottinn minn Jesús, mættu sérhverri sál. Opinberaðu sjálfa þig, þinn óumræðanlega mikla kærleika og þráðina eftir hverri sál til samfélags við þig í brúði þinni, Drottinn minn. Jesús. Úr dásamlegu Drottinn. Dásamlegu Drottinn. Í Jesú nafni þá kalla ég þig inn í Guðs ríkið. Fyrir blóð Krists og kraft heilags anda og kalla ég þig inn í Guðs ríkið til þessa samfélags sem við heyrðum í dag. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Heilagur andi. Takk, Jesús. Jafnvel á þessari stundu hann að lækna og gera heilt. Læknin í anda þinn, sál þína, líkama þinn. Og þessu augnablikki núna eru augu sem verða heil, augu sem voru farin að daprast í sjón. Sjónin kemur, en ekki bara líkamleg sjón, heldur andleg sjón sem skerpist leið. Takk, Jesús. Mígreni hverfur núna í Jesú nafni. Takk, Jesús. Og þessi þrautir sem þú er búin að vera með í mjöðminni, mjöðma liðunum, báðum eiginlega held ég. Fyrir kraft í Jesú Krist. Það hverfur það núna og það sem orsakar þessa verki og þrautir, það læknast og verður heilt. Núna. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Eitt í viðbót. Ég veit ekki hvort það eru útbrot eða ekki, en það er allavega mjög mikill kláði, það eru óþægindi í húðinni. Mikil óþægindi. Í Jesú nafni fyrir kraft heilags anda og segi vertu heil af þessu meini. Núna. Heil. Takk, Jesús. Það væri mjög gaman ítrekka það sem ég sagði áðan með ykkur sem eru að hlusta, erum við ekki enn alveg. Hvort sem þú ert að hlusta þetta í beinni útsendingu núna í streymi eða síðar, fá að heyra frá þér hvar þú varst að hlusta. Og ef þú ert með bænasvör lækninga og lausn, hvað sem þú ert í salnum eða einhvers staðar annars staðar, láttu okkur vita. Það er svo uppörvandi að heyra. Við erum búin að fá nokkur núna undanfarið og það er svo gaman að heyra. Það er svo trúar styrkjandi að heyra lækningu sem Guð er að gera. Bæði hér á meðal okkar, hjá ykkur sem eru heima og daginn fengum við eitthvað frá Noregi lækningu. Þannig að leyfa okkur að heyra. Amen. En elsku vinur,
Já, það bænastund hér á miðvikudaginn. Við megum menn hittast í bænastund og það sem sagt engin snerting. Þannig að það allt í lagi. Við höfum voru hérna daginn að biðja og það var alveg mjög góð bænastund þó að var ekki mikið verið að leggja hendur yfir fólk. En það sem sagt klukkan 7, þá erum við ennþá með soaking í hugun, milli 7 og hálf 8 og hálf 8 síðan bænastund. Amen. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur blessað okkur í dag með nærveru þinni. Þú hefur blessað okkur drottinn Guð með krafti þínum. Þú hefur blessað okkur með orði þínum. Og við förum mett en ekki fullsödd. Því við erum hungraðir núna en nokkuð tímar áður. Eftir þér og þínu. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Guð bless ykkur, elsku vinir. Nú samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.